Já, komið í sæl og blessuð. Við ætlum að halda áfram eins og oftast á miðvikudögum að ræða siðferðisleg álitaefni og stundum hreinlega hreinræktaða spillingu. Það af ýmsu að taka, bæði innan lands og utan eins og alla jafna. Hér hefur verið vikulegur farvegur fyrir ýmsa gesti sem hafa komið í þáttinn til að ræða svona það sem að ýmist efst á baugi í umræðinni eða bara einhverja þræði í þjóðfélaginu, einhver þemu og kannski verður þáttur dagsins einhvers konar blanda af því sem að við erum að ræða þessa dagana og einmitt einhverju svona þráðum í samfélaginu. Fjölmiðlun, bjögun upplýsinga, ólígarkar, útvegsmenn, Morgunblaðið, tjáningarfrelsi, skoðanafrelsi. Það kann að vera að þetta muni allt koma við sögu í einni eða annarri mynd. En gestur þáttarins góður, Atli Þór Fandal, vertu velkominn. Takk fyrir að hafa mig. Þú ert fyrrum framkvæmdastjóri Transparency á Íslandi, já. Á Íslandi, já. Og vannst mjög aktíft við spillingarannsóknir. Hvað var þetta lengi, 3-4 ár, eitthvað sluðis? Já, 4 ár þar og náttúrulega í blaðamennsku áður. Já. Og svo reyndi maður nú að hafa ykkur áhrif upp í þingi. Já, en nú ég sem sagt alveg laus úr þessu. Já, en ég til dæmis ræddi við þig í þessari bók Besti vinur Aðal og þú sagðir þar nokkur orð sem að mér langar að ræða við þig síðar í þættinum svona, sem að mér hefur skipta máli að varpa ljós á. Nú, ég sé að síðasti statusið þinn á Facebook, hann fjallar skrímsli, eins og þú orðar það, sem að hefur nú verið handtekið og þú nefnir þetta skrímsli og handtökuna sem kannski til marks sigur alþjóðastofnana. Og það einmitt í spillingarumræðu þá einmitt mjög oft svona grafið undan opinberu eftirliti og bara opinberum starfsmönnum sem að sinna alls konar aðhaldi. Hvert þetta skrímsli ef þú fer með okkur aðeins út fyrir landsteinana? Já, ég nú þarna bara að tala svona óvæntan Duterte fyrir þetta fórseti Filippseyja var handtekinn í Filippseyjum í gær, eða fyrir að dag kannski núna. Já. Og og það var svona svolítið óvænt. Það hefur verið svona fjölskylduvald þarna í þessu landi, þar sem að núverandi forseti og svo varaforseti eru sko börn mismunandi svona annars vegar bara einræðisherra og svo Duterte og en þetta sem sagt hann raun og handtekinu þetta fyrir aftökur án dóms og laga. Slátrari? Þetta bara slátrari þessi maður og skrímsli rétt nefni. Og það sem kannski sérstaklega viðurstyggilegt en þó ekki óvenlegt af því að nú yfirleitt alltaf þannig með svona fólk að þetta beinist fyrst og fremst að þeim sem að samfélagið tilbúið að líta niður á að auðvitað var þetta gert undir nafni þess að vera bara að gera fíkniefnum eða eiturlyfjum og gengjum en það talið 30.000 manns hafa verið tekin af lífi án dóms og laga. Og það ekki þannig að þú takir 30.000 manns af lífi án dóms og laga án þess að það sé mjög mikið af fólki sem bara algjörlega saklaust, bara flækist inn í það. Þess utan þá auðvitað eiga allir rétt á sanngirni og réttri málsmeðferð. Þannig að þetta eru mikil tíðindi og ég var bara að setja þetta í já, og auðvitað það eru margir sem búa frá Filippseyjum á Íslandi og gæti verið að þetta þetta auðvitað sko ekki einfalt mál svona pólitískt, fólk getur haft flóknar tilfinningar gagnvart þessu leiðtogum sínum fyrrverandi en þetta fyrst og fremst sýnir það að alþjóðastofnanir þótt að það séu gallaðar
og þótt er vinni í umhverfi sem gallað og byggir mjög mikið á sko vilja og traust og svona að þá þetta kerfi eða sem sagt þá skiptir alþjóðakerfi mjög miklu máli og það getur skilað árangri stundum vegna þess að fórnarlömb þessa manns eru núna komin annað skref og ekki bara það heldur getur þau mögulega sko fjölskyldur þeirra getur mögulega sko komist nærði að trúa því að það sé einhver sanngirni í heiminum og það sé ekki þannig að öllum sé bara sama fátækt fólk og það megi bara stunda stórfelldar aftökur á þeim undir einhverjum formerkjum fíkniefnastríðs. Þannig að ég var bara svona að setja það í samhengi að þó að séu sumir sem og bara orðið ansi algengt og að fólk sko skemmti sér yfir því að grafa undan alþjóðastofnunum að þá þjóna þeir tilgangi og það geta stundum gert hluti rétt en þær eru líka að vinna í flóknu umhverfi. Já, og það líka sko, ég sammála þér, það mikið grafið oft undan alþjóðastofnunum, ekki síst í opinberri fjölmiðlaumræðu hér á landi, en það líka bara grafið undan stofnunum, ekki það þarf ekki alþjóðastofnun til og í umræðum spillingu þá fáum við einmitt mjög ofta að heyra svona lítilsvirðingu gagnvart þeim eftirlitsstofnunum sem þó eru svona af veikum mætti að reyna að sporna við samkeppnisyfirvöld hér á landi og svo framvegis og ég efa það ekki að þú hafir svona fylgst mjög grundigt með umræðu hvernig er reynt að veikja annars fyrir frekar veikt eftirlitsvald hér á landi og er það ekki rétt munað hjá mér, man ekki hvort það kemur fram í þessari bók eða ekki, en er það ekki rétt munað hjá mér til dæmis að sko Ísland bara opinberlega sinnir spillingar vörnum með mun lakari hætti en nágrannalöndin? Já, ég meina það ég reyndar sem betur fer sinni þessu ekki mjög mikið lengur og er mjög ánægð með lífið eftir það. En það sem sagt þannig að á Íslandi er ekki helsta stefna baráttu gegn spillingu. Það hefur ítrekkað verið bent á það að við sinnum ekki eftirliti. Það er líka þannig að það er mjög lélegur skilningur á hvað spilling er. Hún kallar náttúrulega eftir einhverjum ásetningi sem þýðir samt ekki að þú getur bara nota sko vanhæfni sem afsökun sko. Vanhæfni er eitthvað sem þú lagar, er eitthvað sem þú getur bætt. Það að hafa ekkert siðferði er kannski erfiðara að laga. Ég meina, ég get nefnt dæmi því að ég var nú fyrir þingflokk Pírata sko að þar til að fólk áttaði sig á því að þar væri ekkert siðferði, þá gat fólk fyrirgefið vanhæfina. Af því þú getur lagað kunnáttuleysi. Og þar stöndum við að það er kunnáttuleysi sem að er lítill vilji á að laga. Og þá að sjálfsögðu á einhverju tímapunkti lendir í því að þú veist að fólk þarf bara einfaldlega að gera upp við sig, skilur. Er þetta viljaleysi? Er þetta kunnáttuleysi? Við erum ekki með eina stofnun sem hefur það hlutverk eitt og sér eða sem segist svona aðal hlutverk að berjast gegn spillingu. Og við erum með mjög fragmenteraða stofnanir, þar að segja þú ert með til dæmis stofnun sem er mikið traust á og það er mjög réttmætt og það er umboðsmaður Alþingis en hann getur ekki það er ekki stofnun sem getur bara skoða hvað sem er. Svo erum við þetta með eftirlitsstofnun hjá Seðlabankanum, fjármálaeftirlitið sem er ekki mjög skynsamlegt að hafa eftirlitsstofnun þar með aðila sem að þarf að njóta sko algjörst traust því að eftirlitsstofnunir verða fyrir árásum. Við erum með eftirlitsstofnun eftirlitsnefnd með störfum lögreglu sem hefur verið gagnrýnd ítrekkað. Við erum með stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd hjá Alþingi sem að sko hjólar í styrkjamálið en gerir samt ekkert í því að það sé verið að selja þýfi á landsfundi frá okkur á landsfundi Sjálfstæðisflokksins sko. Og það er að því að barátta gegn spillingu á Íslandi hún er selektív og hún er selektív af þeim sem stundana mest vegna þess að það sem þeir gera
að þeir rísa upp á afturfæturnar leið og þeir finna einhverja leið til þess að sko berja á þeim sem að hafa barist fyrir bættum vinnubrögðum. Það þráhyggja yfir því að saka fólk að vera hræsnarar og hér var til dæmis bara stjórnmálamaður sem að hefur verið haldið bara algjörlega á launum og núna orðinn dómari sem að hafði bara atvinnu af því undir sko bara klappi fjölmiðlamanna sem að þótt hann svo ógeðslega fyndinn að bara berja á öllum sem gagnrýndu skort á fagmennsku og hvað þá spillingu. Og það er Brynjar Níelsson. Húðlatur maður sem hefur ekki lagt neitt til þessa samfélags og hefur bara tekið. Og ég ætla bara að fá að segja það núna þegar hann er dómari að skipun hans sem dómara er sko algjört dæmi, ekki endilega spillingu, heldur sko kölluð það bara meðvitað viljaleysi til umbóta. Þannig að þú veist, þegar þú spyrð höfum við náð að berjast eða erum við að berjast verra en aðrir? Já, ég meina hver er staðan? Við erum ekki með góðar eftirlitsstofnanir. Við erum ekki með sko þingheim sem að skilur eftirlitshlutverk þingsins. Við sinnum ekki innra eftirliti. Við erum með sko veikt lögregluvald. Ég meina hvenær hefur ég ætla ekki að segja hvenær hefur vegna þess að það hefur aðeins gerst undanfarin ára að múturmál hafa verið rannsökuð. Við erum með fjölmiðla sem að eru sko á eru búin að vera að hrynja í 20 ár og það bara skiptir engu máli, það er ekkert neitt viðbragð við því sko. Þannig að sjálfsögðu stöndum við okkur ekki vel þarna. En það þýðir ekki að við getum það ekki. Það þýðir ekki sko að það sé þannig að allir séu bara ómögulegur að sé ekkert að gera. Það þýðir einfaldlega að þar til að við höfum áhuga á því að gera þetta betur, þá verður þetta ekki gert betur. Fall fjölmiðlana kemur stjórnmála fólki ekkert endilega illa. Það er þá minna aðhald og veikara aðhald sem að stjórnmálafólki er sýnt á það hefur verið bent að það komi heldur ekki ríkjandi stjórnmálafólki mjög illa sem bara þeim ráðherra sem að fer með fjölmiðlastyrki í hvert skipti að hann sé að útdeila þeim beint til blaðamanna sem að kunna hafa áhrif á efnistök blaðamanna á móti. Þannig að sko við trúðum því kannski fyrir 20-30 árum að markaðurinn myndi leysa þessi mál og markaðsdrifnar lausnir væru alfa og omega alls en við höfum áttað okkur á því núna að það þarf pening og helst frá almenningi til þess að keyra áfram góða fjölmiðlun. Við skulum ræða aðeins fjölmiðlalandslægið á Íslandi. Hér við þetta rauða borð hefur verið töluverð umræða meint erindi Morgunblaðsins sem við vitum að er í eigu, við skulum bara segja í eigu ólígarka. Bara fámennshóps auðstéttar sem hefur orðið óbúslega rík af því að gæði sem dreifðust víða í samfélaginu, þau fara núna á örfáar hendur. Við höfum séð eftir að þessi ríkisstjórn tók við mjög svona óljóskil stjórnmála og blaðamennsku stundum hjá Mogganum. Og Morgunblaðið er ásamt Ríkisútvarpinu og Sýn. Þetta er þetta ekki þeir þrír fjölmiðlar sem við flokkum undir megin ströms fjölmiðlun hér á landi, ertu ekki saman á því? Ég myndi reynda að taka heimildarna inn þó sem er litla dreifingu, það er alveg mainstream fjölmiðl sko. Okay, og það myndi ekki taka, og ég veit að þú ert ekki að gera það núna en bara þannig að fólk viti það, maður á ekki að taka þátt í sko þeirri jaðarsetningu hægrimanna að láta eins og heimildin sé ekki mainstream og venjulegu fjölmiðl, að því heimildin er raunverulega sá fjölmiðl sem að kemst næst í að vinna heimildarvinnu. Gott og vel. Moggin sem sagt samanber það sem ég nefndi á hann þá komið stimplar á Moggan hún undanfarið og við vorum núna í vikunni að sjá breytingar á stjórn Sýnar hún er komin, hún Heiðrún Lind Martinsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi
inn í hérna, hún sjálfkjörin, verður sjálfkjörin í stjórn sínar á aðalfundi félagsins ekki morgun heldur hinn. Og mér líður ekkert mjög vel með þetta af því við erum að tala um eignar hald útgerðarinnar á mokkanum og umræðu stjórnun og svona. Hvernig líður þér með þetta? Já, sko, maður er náttúrulega búin að horfa á þetta gerast í svo langan tíma, sko. Sko, markaðurinn er ekki velferðarkerfi og þar til fólk er tilbúið að horfast í augu við það, þá auðvitað verða niðurstöðuna svona. Varandi það að stjórnmálamenn vilji veika fjölmiðla, þá veit ég að það er svona svolítið vinsæl skoðun, sko, að stjórnmálamenn séu logandi hræddir við einhvers konar, sko, herskáa blaðamenn sem að vinna eftir einhverjum grundvallar faglegum reglum. Ég ætla bara að andmæla þeirri hugmynd því að, sko, það er ekkert sem að stjórnmálamenn óttast meira en fjölmiðla og fréttamenn sem að virða engar reglur og til dæmis bara skáldupluti sem færi mig aftur að Morgunblaðinu. Morgunblaðið er ekki raunverulegur fjölmiðl. Ég hef nú verið svona frekar hikandi við það að gagnrýna Morgunblaðið vegna þess að mér finnst gagnrýnin oft vera, sko, að það sé eitthvað rosalegt mál að þessu hægri sinnaðir. Mér er bara skítsam með það, sko. Mér getur bara ekki staðið meira sama. En það sem við höfum hort upp á undanfarið er þarna eitthvað svona bara pólitískur agent, bara eitthvað svona renegade sem að, sko, nýtir sér stöðu sína hjá Morgunblaðinu sem er augljóslega ekki fengin vegna sérstaka hæfileika hans í heimildavinnu, heldur vegna þess að hann mætir fólki með tvöföldu siðferði og ég er auðvitað að tala um Stefán Einar. Þessi maður er búin að ganga fram af þvílíkri hörku og bara, sko, getuleysi í því að díla bara við eigin tilfinningar. Þú veist, ef maður er alltaf reiður og ósáttur og finnst staðamanns ekki nógu góð, þá er það að því að maður þarf sjálfur að, sko, lifa í tilfinningum sínum og reyna að ná ykkur í sátt og kunna að vinna úr þeim. Maður fer ekki og er bara með eitthvað þátt þar sem er bara í ykkur gatsja mómenti stanslaust nöldrandi og með árásir á fólk. Morgunblaðið er bara pólitískur agent og það er bara eitthvað sem við vitum og ég segi það vegna þess að þeir eru með Stefán Einar. Ég hef enga trú á því að blaðamenn á Morgunblaðinu siti ekki með öðrum á börum eða í ferðum eða bara hvíslandi að þeir séu bara mjög þreyttir á Stefán Einar. Og þetta er ekkit staðan sem stjórnmálamenni vilja. En ég ætla einmitt að segja, sko, ég held að þetta sé einmitt umræðan sem að Stefán Einar þessa heims vilja. Að það sé bara einhvern veginn, þetta sé bara algjörlega ómögulegt og við verðum bara að lifa við á. Lausnin á því að fjölmiðlar á Íslandi eru svona veikir er að hætta að halda að markaðurinn muni koma sem verði eitthvað svona velferðarkerfi fyrir fjölmiðla. Það eru breyttar aðstæður núna. Markaðurinn getur ekki borið fjölmiðla lengur með sama hættu þeir gátu á 10. áratugnum vegna þess að þeir gátu það á 10. áratugnum vegna þess að það var svo dýrt að nálgast viðskiptavinni, að ná viðskiptavinnum, að affallið af því gat rekið heila fjölmiðla. Það er ekki raunin lengur. Núna getur þú keypt beint inn í tölvu fólks fram hjá fjölmiðla. Þú þarft ekki innviðina sem fjölmiðlarnir eru. Þannig að þá þurfum við að átta okkur á því að viljum við hafa efnið sem kemur. Finnst okkur gagn í þessu. Og þá er leiðin einfaldlega svo að fara í aðgerðir til þess að bæta það. Eitt að þið getur verið styrkur og þeir geta ekki verið sláturhúsastyrkir eins og núverandi styrkjakerfi. Það virkar ekki. Það mun ekki ýta undir góða fréttamennsku. Annað er það að tryggja menntun, bæði endurmenntun og menntun sem sagt ungra blaðamanna, endurmenntun Hitt er það að reyna að ýta undir einhvers konar cohesion, faglega cohesion hjá blaðamönnum. Það hefur ekki gengið á Íslandi vegna þess að þetta hefur alltaf verið slagur á milli þeirra sem vilja fá að stunda bara hvaða vinnubröð sem er og kalla það blaðamennsku og vera svo bara ógeðslega móðgaðir ef ykkur segir býtu úr ekki eins og búin að staðreyta tekka þetta og svo annara sem vilja gera hluti vel. Þeir sem vilja gera hluti vel eru dýrari starfsmenn þannig að þeir auðvitað fljóta fyrst út. Hitt er svo að það
það þarf að fara í innkaupastefnu hjá ríkinu. Ríkið á ekkert bara að slengja öllum auglýsingum til mokkans eða á Facebook. Það á að ákveða það að þegar þau eru í ráðningum, þegar þau eru með tilkynningar, að þá þurfa að ná til allra. Og það þurfa að vera lýðræðisleg margföldun af öllum kaupum þeirra. Það vantar ef við viljum rannsóknarblaðamennsku, þá þurfa að vera til rannsóknarblaðamennsku sjóðir. Þú veist, þannig ef við viljum laga þetta, þá þurfum við að ganga í þetta verkefni. Hvað er núverandi ríkisstjórn gert? Ok, þú ert annars vegar með ríkisstjórnarflokk sem að bara vill ekki skilja það. Að þú ferð ekki sem stjórnarflokkur í stríð við fjölmiðil. Það skiptir ekki máli hversu ómerkilegur þið finnst þessi fjölmiðil og ástæðan fyrir því svo að ef þú neyðir kjósendur til þess að velja á milli þess hvort það treysti stjórnmálaflokkinum eða fjölmiðlinum, þá það þannig að það tapa allir í því stríði vegna þess að bæði fjölmiðlar og stjórnmálaflokkar eru hluti af hinu lýðræðislega kerfi. Hvaða flokkar er það að tala? Ég að tala Flokk fólksins og þetta styrkja mál þeirra. Ég meina, það skiptir ekki máli frá sjónarhorni þess að vera í stjórnarflokki. Hvort að Morgunblaðið að vera ósanngjarnt við þig eða ekki. Þú bara gengur ekki sem handhafi valdsins í einhvers konar átök við fjölmiðil og biður fólk að velja hvort að það treysti þér eða fjölmiðlunum. Það vita það allir sem að geta hugsað í eina sekundu að það ekki stríð sem neitt vinnur. Og ég veit að ég hljóma ókísla pirraður að því ég ókísla pirraður, að því ég er búin að mæta hérna í einhver svona viðtölu og búin að spá í þessu og tala um þetta og búin að vinna í þessu í 20 ár og það breytist aldrei neitt. Við erum alltaf í sömu umræðinni. Viljum við góða fjölmiðla? Já, þá gerum við það. Og það skiptir ekki einhverju helvítis máli hvort þetta eru ríkispeningar ekki. Það þannig að þú ferð ekki á fætur á Íslandi eða neins staðar annars staðar í heiminum áður þú ert búin að njóta framleiðslu skapandi greina. Það að segja menningar og fjölmiðlar að hluta því. Þú veist, það þannig að útflutningsvirði fisksins okkar hærri út af menningu og fjölmiðlum, út af samfélaginu. Þannig að ef við viljum hafa þetta, þá bara göngum við þetta mál og við lögum þetta. En í staðin eru við einhvern veginn með ríkisstjórn, þar sem einn flokkurinn með þráhyggju verið að standa í einhverju stríði sem löngu liðið, annar stjórnarandstöðuflokkurinn sem að sjálfur, þú veist, á bólakafi í þessu máli og seldi þýfi á síðasta landsfundi, bara þannig að því sé haldið til haga, því að það bara nýtur ekki nógu mikillar athygli að þessi flokkur tók opinbera gjöf frá erlendum þjóðhöfðingja og seldan á okkur tombólu á landsfundinu sínum. Já, Gorbachev gefur íslenskum Davíð Oddssyni forsætisráðherra þjóðarinnar 1986. Já. Ekki satt? Jú. Í Höfða? Já. Stórmerka gjöf. Þetta selja þeir hérna á fundinum og hafa gert þetta áður og fannst ekki þessu. Og enginn segir neitt. Og hagnaðurinn fer til Sjálfstæðisflokksins, heimdallara eða örugglega, bara, þú veist, en hagnaðurinn bara, þú veist, hann einn og sér skiptir ekki máli, þú veist, þetta svo gott dæmi algjört, bara, sko, þetta ekki siðleysi, þetta bara viljandi skilningsleysi á því hvað bara fagmennska og bara hvernig síður samfélag funkar. En allavega, höldum áfram að tala núverandi ríkisstjórn. Hvað eru þau búin að tilkynna? Að lækka styrkina til fjölmiðla. Hámarkið. Þakið, já, hámarkið, já. Ok. Ef þau ætla að ganga í þetta mál, akkur ekki bara að fara og ganga í þetta mál? Þú veist, hvað eiga fjölmiðlar á Íslandi og frjálsfjölmiðlar á Íslandi lengi að vera í einhvers konar, stríðsástandi. Annarkvort viljum við þetta eða ekki og þá göngum við í þetta. Við förum ekki og töðum yfir Morgunblaðinu og að þeir sé að fá svo mikinn pening og lækkum svo hámarkið en gerum ekki neitt til að styrkja almennilega fjölmiðlun. Hvernig eiga sláturhúsastyrkir til dæmis að verða til þess að hér verði blaðamenn eða fréttamenn út á landi? Hvernig sjá menn það fyrir sér að það virki? Þannig að þú ert annars vegar með markaðinn sem vil selja orkudrykki og glingur og hann á einhvern veginn að fjármagna rannsóknarblaðamennsku í Íslandi en svo hugsum við, við þurfum samt að passa íslenskuna og það þurfa nú að vera einhverju fjölmiðla hérna og þá setjum við sláturhúsastyrki og einhvern veginn sjáum við fyrir okkur að blaðamennska skáni við þetta. Akkur getum við ekki bara nota kerfin sem eru annars þar? Hvar eru nýsköpunarstyrkinni til þess að þróa nýja tækni við heimildaöflun?
Hvar eru styrkinni til að búa til nýja fjölmiðla eða þróa nýja söguhefni? Hvar eru starfsstyrkinni sem að þarf til þess að fara í lengri rannsóknir? Eða samfélagsmiðaði styrkir þannig að það sé örugglega fjallað það sem gerist í dómstólunum, af því að það er að sjálfsögðu engin markaður fyrir það en kannski geta verið mikilvægt fyrir samfélagið. Hvar er til dæmis aukin fjármögnun ef okkur vantar blaðamenn og sterkar fjölmiðla? Hvar eru sterkari skólar? Hvar er rannsóknarmiðstöð News Economy? Nei, við erum alltaf einhvern veginn í þeirri stöðu eins og alltaf, því að ég meina það er að rísa til dæmis Landspítali sem er að vera tilbúin og við erum ennþá að rífast staðsetninguna á honum þá erum við bara, þetta er sama mál með fjölmiðluna og baráttunni gegn spillingu. Það verður ekkert gert fyrir við hysjum upp með okkur brækurnar og hættum að láta eins og það bara hafi aldrei neitt annar tekist á við þetta. Það eru milljón leiðir til að styrkja fjölmiðla og við getum gert það. En það er ekki neitt land sem hefur styrkt fjölmiðla með því að loka ríkisútvarpinu sínu og leggja niður styrkjakerfið og eitthvað svona bull Fyrirgeðu þetta rant, ég nenni þessar umræðu ekki Mér finnst þetta bara ansi gott rant. Ég veist ekki að áhorfendur og hlustendur hafa fyllt þræði með þér. Þannig að ég elska rant. Þetta er bara, við erum bara alltaf í þessar umræðu, það er alltaf látið eins og það sé ekki hægt að leysa þetta. Samhengið er samt, það er alltaf á hreyfingu. Og varðandi þetta sem ég nefndi með hana Heiðrúnu Lind Marteinsdóttur, framkvæmdastjóra samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi. Við fáum að vita að útgerðaröflin eru að styrkja stöðu sína innan sínar. Þau eru með sterka stöðu innan Morgunblaðsins. Býta þess? Já. Svo hefur verið núna frétt í gangi síðustu klukkustundir, sýnist mér, ég held að sé orðin frétt, þar sem er verið að fjalla pistil sem að hvarf af vísi.is og fjalla Rapid og saga þess pistils er óvenjuleg vegna þess að hann er úti og inni. Hann fer inn, hann er birtur, svo hann er kippt út, hann fer aftur inn, hann er einhver debatt á milli þess sem skrifar og þeirra á vísi og þú veist að tala Stefán Einar, við vitum alveg að hann er nú þokkalega síonískur og nú veit ég ekkert hvort þau á sín eru síonistir eða ekki en þarna erum við að tala um Gaza, Ísraelsmenn og annað slíkt sem kemur fram í þessum pistli og við erum að tala bara mikilvægi þess að við höldum alltaf tjáningafrelsinu sem sterkustu, að við getum einmitt sagt meiningu okkar, hvort sem það er þú sem kemur hér á rauðaborðinu og rantar með þeim hætti sem þú gerir áðan eða hvort einhver maður út í bæ getur skrifað gagnrýninn pistil Rapid og Ísrael. Við þurfum alltaf að halda vöku okkar og þetta er svona, ég veit ekki hvort það er kannski ekkert samhengi á milli þessa nefna þarna nýjar stjórnarmannesku og þessa máls. Nei, en það er mikilvægt að við séum alltaf vakandi fyrir því þegar skoðun er tekin úr umferð með þeim hætti sem þarna er, ekki síst ef valdamikil öfl í samfélaginu hafa hagsmuna að því að skoðun sé tekin úr umferð. Já, ég er ekki viss að það sé tengst milli nýs sjálfkjörins stjórnarmeðlims og þessa, en ég verð nú að segja að ég held að svarið þarna er örugglega sama svar og alltaf, þetta er skortur á fagmennsku. Það er ykkur sem að gerir athugasemd við þetta, það er ykkur sem að er ósáttur við ykkur fullyrðinga þarna og bara gæðakerfið er bara ekki betra en það að ef að hægt er að færa rök og heimildir fyrir þeirri fullyrðingu sem þarna er að þá bara standi fjölmiðillinn með þeim og ég meina ég veit að þú veist að þetta er óvenjulegt en meina, þetta gerist oft þetta gerist mjög oft að greinar hverfa eða menn neita og að birta og svona og það er yfirleitt bara eitthvað svona hvað ég segja, þú veist íslensk fjölmiðlun er mjög fálmkennd þú veist, það eru bara alls konar þættir sem geta
spilað inn eins og til dæmis það að bara það er ekki góð stemming á vaktstjórunum þetta kvöldið eða ykkur einn hefur athugasemd við þetta eða eins og held ég kemur nú fram í bókinni þinni sko að ég meina þú tókst eitthvað viðtal við mig sem fréttamaður og aðrir blaðamenn létu í ljós þá skoðun sína að ég væri náttúrulega bara eitthvað klikkaður og eitthvað svona, ég meina þú veist alveg að þetta er eðlið, þannig að þú veist það þarf ekki að vera einu sinni sko þetta sé síóni samsæri sko, það getur vel verið þetta sé bara fúsk og ég meina ef þetta er vísir þá er það alveg séns sko að það sé svona eitthvað lítið mönnu vaktinn þennan daginn eða eitthvað annars lit. Hitt er svo líka möguleiki að þetta sé bara beinleinis ákvörðun að gagnrýna ekki Rapid Pay kannski af fjárhagslegum ástæðum, kannski vegna vegna þú veist ykkur að hugmynda eða tengsla við Ísrael eða eitthvað, ég bara get ekki alveg sagt það en ég held nú að sko að það, þegar fjölmiðlar ákveða að taka skoðanapistla úr umferð þá hið rétta að útskýra hvers vegna af því að þeir mega svo sannlega gera það sko. Það ekki alltaf árás á tjáningarfrelsi að taka einhvers konar pistil úr birtingu. Þá ættu þeir að gera það og reyndar landlægt á Íslandi sko hjá fjölmiðlum að það á ekki að eyða hlutum út sko. Ef þú fjarlægir pistilinn þá á síðan ennþá að vera opinn og þar á að vera að lesa hversna á að fjarlægur. Það á ekki bara að koma þessi síður ekki til lengur. Þetta ástæðan fyrir að líka gera leiðréttingar og þetta ástæðan fyrir að það á að standa í fréttum, þú veist, ef eitthvað hefur verið breytt. Það að því að þegar þú bara lætur þetta hverfa og það vita það allir, að þá ertu að reyna að minnka áhrif þess að fólk sjái að þú gerðir möguleikum mistök. Kannski var þessi pistil birtur á óskoðuðu máli. Nei, þetta er aðeins öðruvísi sko, af því að þetta er svona ping-pong hvort hann innið úti. Hann Björn Leví, fyrrum þingmaður, hann spyr, hann var að skrifa þetta núna og spyr hvort þarna séu þrýstingur utanaðkomandi, hvort það séu auglýsingahagsmunir, fyrirtækjahagsmunir eða hvort það er pólitískur þrýstingur. En mér finnst þetta ekki sko vera algengt að maður sjái, af því ég er búin að rýna pistilinn, ég er búin að lesa hann sjálfur, ég sé ekkert í honum sem segir mér að það hefur þurft að henda þessum pistil. Nei, þetta snýst í raun og veru þessa setningu þáttöku Rapid í stríðinu. En aftur segi sko, það sem þetta snýst það að það er ping-pong segir fram og tilbaka. Hann að hverfa og ekki hverfa. Já. Ok, þegar hann er horfinn af síðunni, akkur kemur þá ekki skýring á því. Það það sem ég var að segja. Já. Það í lagi að taka pinsla út og þú veist, það í lagi að segja, heyrðu, þetta ekki í samræmi við okkar ritstjórnarstefnu, en þú eyðir ekki bara hlutum út og skilur lesendur eftir í vilsu. En ef við förum, ég ætla að fá aðeins að tala um útgerðarmenn, þú spurði líka það, að útgerðarmenn séu komnir í stjórnir fjölmiðla og aftur ætla ég að segja að sko markaðurinn ekki velferðarkerfi. Hann bara það ekki. Það ekki hægt að segja markaðurinn bara leysir þetta. Markaðurinn mun ekki leysa tjáningarfrelsið. Hann mun ekki gera það. Og hann mun ekki leysa húsnæðiskrísuna og hann mun heldur ekki leysa samþjöppun valds. Það þarf miðlæg ítök. Já, markaðurinn gerir nákvæmlega það sem honum sagt að gera og það sem að skapar verðmæti. Þannig að ef við teljum að það séu verðmæti falin í góðri fréttamennsku, þá sjáum við til þess að það séu markaðshvatar til þess. Já. En vanandi það að útgerðarmenn eigi alla fjölmiðla og hafi mikil áhrif. Þeir gætu að eignast allt samfélagið er eitt af því sem að haldi þér fram í þessari. Já, ég meina, bara kaupa upp öll fyrirtæki. Það það sem gerist. Sko, fólk verður að fara að átta sig á því og ég veit að almenningur löngu búinn að átta sig á þessu. Þannig að kannski best að stjórnmálamenn fara að skilja það. Kvótakerfið kerfi sem sett á til að takmarka aðgengi að takmarkaðri auðlind. Og þegar þú takmarkar aðgengi, þá einhver hópur sem hefur aðgengi að nýtingu þess, en ekki aðrir. Það sem sagt ekki allir. Og þá býrðu til hóp sem hefur sér aðgengi. Sá hópur starfar ekki bara í einhverju hefðbundnu samkeppnisumhverfi, hann með sér aðgengi.
og þess vegna skiptir máli að þessi hópur greiði gríðarlega hágjöld og það eru ekki rök þegar að SFS og fleiri sem að tala fyrir þessum mönnum láta eins og að það sé bara rosalega ósanngjarnt að þeir borgi 60, 70 þó veri 80% skatt af arðsemi þessar auðlindar. Það er vegna þess að þetta er fákeppnismarkaður sem er beinlínis búinn til, annarkvort er auðlindin kláruð og tæmd eða þá að það eru ákveðnir aðilar sem fá aðgangaðinni umfram aðra. Og ef þú skattleggur þetta fólk ekki almennilega og ef þú tekur ekki af þeim alla rentuna og þeir fá að halda eftir verðmætum sem verða til vegna markaðssetningu og eigin fjárfestingar. Það er það sem að þeir geta fengið að halda eftir. Alveg eins og þegar stofna bakari. Það er ástæða fyrir því að fólk sem stofnaði bakari eru ekki skriljónamæringar en menn sem áttu litla togara eða litla báta eru milljarðamæringar. Það er vegna þess að þú græðir margfalt meira á þessu takmarkaða aðgengiðínu sem aðrir hafa ekki. Eða þeir sem fengur bara upplýsingaforskot til þess að kaupa litlu bátana til þess að geta Já. Þetta er bara þannig að ok. Þannig að það er búið til kerfi til að stýra aðgengi, það er ákveðin hópur sem fær aðgengi og hann fær að kaupa sín á milli. Svo eru innbyggð samkeppnisforskot. Það er til dæmis meiri ormur í þorskinum fyrir vestan, heldur fyrir norðan. Og þetta litla margin gerir það að verkum að þau fyrir norðan geta verið samkeppnisafari og geta ryksuga kvótan frá Vestfjörðum. En það er annar mál. Ef þú gerir þetta, þá býrðu til auðuga yfirstétt og það er ástæðan fyrir því að við verðum að skattleggja hina ofurríku. Það er ástæðan fyrir að við þurfum ekki að vera að spá í því hvort að eitthvað sem er 1 milljón eða 4 milljónir í launatekjur, en fólk má alveg spá í því, en lausnin á því er bara að við viljum ekki að fólk sem er meira en 1,5 milljón í tekjur á mánuði, þá setjum við bara 90% skatt á allt yfir það. Ég meina þá hverfur það bara í kvelli. En ef að þú ætlar að búa til kerfi sem að nota bene hefur það að markmiði að auka samþjöppun. Það er markmið kvótakerfisins. Vegna þess að þú getur ekki sagt við ætlum að auka skilvirkni við veiðar og við ætlum að fækka útgerðum. En við ætlum samt að hafa dreift eignarhald. Ok, það sem þú þarft að gera er það að sjá til þess að arðsemin sem fæst vegna þessa sérstöku stöðu og eingöngu arðsemin sem fæst vegna þessa sérstöku stöðu að þú færð að græða á einhverju sem engin annar fær að græða á eða mjög takmarka hópur. Þú verður að taka þetta vegna þess að hvað gerist? Annars eignast þeir allt. Þannig að ef þú til dæmis skattleggur þetta ekki almennilega, þá til dæmis reka þeir bara svona batteri eins og Viðskiptaráð og SFS og Moggan og Vísi og bara hvað sem þetta dettur í hug. Ég meina, hvað eiga að kaupa margar Teslur? Hvað eiga að eiga margar íbúðir? Á einhverju tímapunkti þá byrjar bara að kaupa stjórnmálamenn og fjölmiðla. Það bara að sjálfsögðu. Þannig að, þú veist, þá ekki að koma neinum á óvart. Eiga varaformann Sjálfstæðisflokksins núna? Ég meina, að sjálfsögðu. Að sjálfsögðu eiga hann. En ég meina, þeir eiga líka bara Sjálfstæðisflokkin eins og að leggur sig. Þú veist, ég bara segja, þú getur ekki búið til kerfi þar sem fámennur hópur nýtur brjálæðislegar arðsemi í áskrift frá samfélaginu og svo bara 40 árum seinna, þá ertu bara ógeðslega hissa, bara hei, býtu, fjölmiðlarnir eru bara í eigu þeirra, þeir eru bara alla fasteignir, ég get ekki einu sinni fárið þetta í búið að þess að styrkja það. Að sjálfsögðu. Vegna þess að þeim að gefi sérstakt aðgengi að því að græða langt umfram aðra af auðlindum landsins og þeir gerðu upp húsið sitt og þeir sendu börnin sín í skóla og þeir fóru í helgarferðir. Á einhverjum tímapunkti var þetta bara leiðilegt. Þetta snýst vald. Ríkt fólk og sérstaklega mjög ríkt fólk, því er skít sama hvaða ámarga krónur. Það vill fá að stjórna og það er tilbúið að gera líf okkar og sitt eigið margfalt verra fyrir það eitt að hafa meira vald. Sjáðu Elon Musk núna í Bandaríkjunum. Þegar Trump tekur við, þá er gert ráð fyrir 4% hagvexti í Bandaríkjunum á fyrsta ársfjórðungi. Í dag, þess að í lok mars, er verið að spá 3% samdrætti. Já. Í því fyrst von heimsins kannski. Já, ég meina, heldur þú að Elon Musk og Trump
heldur að þeim sé ekki skít sama hvort þeir í örlíti minni pening eða ekki. Þeir stjórna meira. Það bara það sem búið að gerast. Þannig að, ok, nú erum við að fá hérna útgerðarmenn í stjórn NS fjölmiðilsins. Ég meina að sjálfsögðu. Það bara þannig að í 40 ár hefur ekki verið tekið gjald af þessum mönnum fyrir það að vera með sértækan aðgang að okkar auðlind. Þannig að sjálfsögðu varð auðsöfnuð þeirra meiri enn á hefðbundnum samkeppnismarkaði og núna eiga þeir allt. Ég meina, þú veist, ég veit ekki hvað ég að segja. Ég meina, þetta bara, þú veist, þetta ekki eitthvað sem ég að finna upp á. Þetta hefur alltaf verið vita og stjórnmálin hafa alltaf vitað þetta. Þau hafa ekki viljað að gangi í þetta mál. Nei. Þau þoraðu ekki. Nei. Það ekkert nýtt í þessu. Það ekkert að gerast í gegnum kvótakerfi á Íslandi sem var ekki löngu fyrir sér. Og það vill svo til að við hefum einn helsta sérfræðing í auðlindabölunni í heiminum. En þessi menn tryggðu það nú að það ekki hlusta á hann. Þú ert að tala um hvað? Gylfa. Já. Þannig að ég bara segja, samhengið það að við erum komin á þennan stað vegna þess að við höfum tekið það ákvörðun að gera ekki neitt í þessu. Við erum komin á þennan stað út af því. Og ég meina, hvernig heldur fólk að ég meina, þú ert með leka heima hjá þér og gerir ekki neitt í honum. Ég meina, hvað gerist? Það kemur meira vatn. Ég meina, þú veist, ég hef nú reynda almennt að tala fyrir einhverju lausnum, sko. En ég meina, þú veist, ég segi það bara aftur. Lausnin svo að skattleggja, hérna, ég sagði Gylfaðan, það Þorvaldur Gylfason sem ég ætlaði að segja. Lausnin svo að skattleggja, hérna, þessa umfram rentu. Þetta eru 50 milljarðar á ári sem við gefum útgerðarmönnum. 50 milljarðar. En þú veist, en hvað? Við erum að tala um það að hætta að prenta blöð í þinginu af því það getur spara 9 milljónir. Ég meina, við getum bara sleppt í að gefa útgerðarmönnum 1 landspítala á ári. Og þá nú bara hægt að leysa ýmislegt. Og nú svo komið, Alli, við þurfum að ljúka umræðinni núna. Við hættum leik þá hæstan stendur. En nú svo komið að við fáum okkur kannski kaffi. Núna þegar við erum búin að spjalla. Og það skildi þó aldrei vera kaffivélin að við séum ekki að styrkja útgerðina með því að nota kaffivélina sem við erum að fara að nota því að þeir eiga orðið í kaffivélarnar og meira og minna allt saman sem við erum bara þeir eiga allt saman og það eykst bara frá degi til dags og það mun halda áfram að aukast vegna þess að arðsemi þeirra meiri en allra annara á hefðbundnum samkeppnismarkaði. Þú veist, það bara þannig. Ég ætla ekki að segja að fiskur sé nákvæmlega eins og sko olía upp á jörðinni, en þetta nánast þannig. Þetta nánast eins og rör sem dælir upp peningum. Mjög hressandi að fá þig hér að Rauðaborðinu. Atli Þór Fanndal, kærar þakkir fyrir komuna. Við látum þessu lokið úr spillingarhorninu á miðvikudögum en ekki fara langt. Kæru áhorfendur og hlustendur, við höldum áfram hér við Rauðaborðið eftir andartak. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda.